Já, þetta sannarlega fjölbreytt hjá okkur hérna í föstudagsþættinum á N4 og við ætlum að fara að tala strætó og hingað til mín eru komin Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi og Hrafn Svavarsson, forstöðumaður umhverfismiðstöðvar á Akureyri. Þau ætla að segja okkur frá nýju leiðanetti strætó. Af hverju nýtt leiðanett núna? Verkefnið eiginlega komið til fyrst og fremst að því að við fórum að skoða hvernig förum við að fjölga farþegum í strætó. Já. Og maður velti fyrir sig það er frítt í strætó, okkur ekki bara allir í strætó. Já, já. Og þannig að við fórum að kanna ástæður þess og það hafi verið gerðið hérna Gallup-könnun, það hafi verið haft samráð við ungmenni og við höfum verið að kanna bara hvað að valda. Og samkvæmt til dæmis þessari Gallup-könnun þá eru það kanna hversu margir eru að nota strætó og hverjir ekki og þeir sem eru ekki að nota strætó að 80% þeirra segja bara út af því að leiðanettið hentar ekki. Já, einmitt. Og þar af leiðandi var til þetta verkefni. Já, já. Og já. Þannig að það er verið að breyta bæði leiðunum en er fjöldi ferða aukast líka eða hvernig? Já, við út frá þessari vinnu sem að Hrafn og þeir eru búin að vera í, þá kom það náttúrulega í ljós að tíðnin var heldur ekki nógu mikil og samt tími sem fólk þurfti að vera í strætó var of mikil. Þannig að við þurftum að finna einhverja nýja leiðir og gamla leiðakerfi var eiginlega þannig að þú fórst út um allt og við vorum að reyna að ná öllum hverfum bæjarins og þannig að fólk þurfti rétt næstu því bara að labba út um útidyrnar og þá ertu komin í strætó. Nú er þetta bara allt öðruvísi, og því að það kom fram að fólk tilbúið að labba lengra í strætó ef að það þarf að sitja styttri tíma í strætó og kemst fljótar á áfangastað. Þannig að örari ferðir og styttri viðverutími í strætó er svona grunnforsendur fyrir þeim leiðum sem við erum að byggja á núna. Já, þessum breytingum. Já, ég veist að áhugavert þú segir af hverju er ekki bara allir í strætó og hangi í strætó að því nú sennilega það frægasta við strætó á Akureyri er náttúrulega það að það sé frítt í strætó en það er náttúrulega eins og þú segir kannski náttúrulega eðlilega spilar inn í að fólk vill kannski ekki eyða samt of miklum tíma í strætó, fara fáir sem ég þekki allavega í strætó til þess eins að fara í strætó. Það er náttúrulega að koma sér á milli staða sem er grundvallar. Og leiðanetti eins og það er uppsett í dag, þá er þetta svona langir hringir til að reyna að kofvera sem mest, reyna að komast yfir sem mest af bænum. Og þar farnir rosalega margir sveigar og inn í götur og annað. Sem veldur því að það er rosalega þægilegt, þú labbar bara rétt út úr komin en þú þarf samt að bíða bara klukkutíma fresti og ef það hentar kannski, þú ert að mæta á einhvern stað klukkan eitthvað ákveðið, þá getur þú valið hvort þú ætlar að vera 40 mínútum áður eða 15 mínútum eftir áttu að vera mættur. Já, já. Þannig að þetta er svona þróunin í heiminum í dag er að þú þarf kannski að labba aðeins lengra en á móti kemur að tíðnin, þetta á að verða bara svona svolítið eins og hjólabretti. Þú bara hoppar á, hoppar af. Já, einmitt. Og það er og við settum þetta upp þannig og það er við settum verkefni þannig upp að við fáum sérfræðinga, fáum bara fólk sem er búið að fara út til útlanda að læra hvernig á að stýra almenningssamgöngum. Þau eru að koma með tillögur til okkar til þess að þið náu sem bestum árangri og náu þessu rætirskipi, fáið fólk til að nota þetta, fólk sem kannski í dag er ekkert að hugsa einu sinni að nota strætó. Nei. Að þá er þetta svolítið leiðin, það er aukin tíðni, styttri ferðatími og fyrst og fremst þetta. Fyrst og fremst, já. Og hvenær taka þessar breytingar gildi? Þetta er náttúrulega alveg heilmikil vinna sem stendur á bak við þetta eins og Hrafn kemur inn á, það eru sérfræðingar núna að vinna með okkur en það sem okkur finnst svo mikilvægt það er þetta samtal við íbúa. Þegar að það er mjög auðvelt fyrir okkur að sitja bara bak við borðið og segja já, förum hér og förum hér og förum hér en við þurfum einhvern veginn að samfæra fólki að nota þetta og til þess að auðveldasta leiðin er að þá fá bara fólki að taka þátt í að móta þetta. Já. Þannig að nú bara tekur við svona kynningaferli þar sem að fólki er gert kleift bara farin á kortið og komi ábendingum það sem betur má fara. Já. Og það sem við höfum kannski sérstaklega verið að horfa til, leggja áherslu á, það er til dæmis unga fólki og börnin. Því að þeir eru framtíðar neytendur í mínum huga. Ég held að sé erfiðara fyrir okkur fullorðna fólki sem erum vant því að fara bara okkar bílum, mörg hver,
að fara að breyta venjum okkar, en börnin eru mun móttækilegri, held ég. Þannig að okkur langar svolítið að fókusa á þann hóp. Þess vegna höfum við verið að teikna upp leið sem að til dæmis tengir skólanum mikið við frístundastarf. Já. Og þar finnst okkur við slá kannski 2 flugur í einu höggi, því að þá erum við að taka foreldrana úr því hlutverki að vera alltaf að skuttla. Fara úr vinnu og á vinnutíma til þess að skuttla börnunum í frístundir. Já, sem náttúrulega bara betra fyrir alla. Og svolítið loða við Íslendinga, oft er talað að við notum bílana svolítið svo úlpur, að það er að segja sko styttri vegalengdir og eitthvað þegar okkur standa til boða samgöngur sem að sko bæði spara pening og oftar en ekki tíma eins og tilfelli að þessa skulls. Já, og svo má við ekki gleyma líka stórum þætti sem eru umhverfismál. Já. Að ná sko minni notkun á einkabílnum er náttúrulega hjálpar okkur varandi kolefnissporið heilmikið. Þannig að ná öllum þessum foreldrum úr þessu skuttli er mikill hagur varandi umhverfismálin. Sko. Já. En hvert, fyrir þá sem vilja kynna sér tillögurnar og jafnvel hafa áhrif á þær með einhverjum hætti, hvert á það fólk að fara eða leita? Já, eins og Eva var að koma inn á, það sko ferlið er sett þannig upp að við fáum sérfræðingana, þeir koma fram með tillögur og það sem við erum með núna er í rauninni bara fyrstu tillögur sem við erum búin að leggja fram og þar eru inn á akureyri.is, þar er komið frétt sem er mjög einfalt að fara inn á sem sagt svona undir síðu á Akureyrarbæ, hjá Akureyrarbæ sem er með allt leiðanetið og þar inni er hægt að fara inn á svona kort, það sem heitir Remix kerfi sem er notað til að hanna svona og fólk getur bara farið inn í þetta Remix forrit, eða sem sagt þetta er á netinu, þetta er netsíða og þar getur við séð bara hvar er hugað að stoppistöðaverði og annað og þar getur fólk sett inn athugasemdir og eins getur við líka sendt okkur bara athugasemdir á nýtt leiðanet akureyri.is og við viljum bara heyra frá sem allra flestum. Hugmyndin var upprunalega sko þetta, við ætlum okkur að vera með opin hús út allt. Við ætlum bara að ná alls það til fólks þar sem að fólk kemur saman og vera með bara kynningabás og fá fólk til að koma til okkar og segja hvað þeim finnst en aðstæðnar eru náttúrulega bara eins og þær eru. Já, og þið bregðist náttúrulega bara við því með þessum hætti. Já, þannig að þetta verður mjög mikið rafræn kynning og við ætlum okkur og við erum búin að vera að nálgast núna, við erum búin að nálgast íbúðaráðin, hverfisráðin ætla ég að segja og íþróttafélögin, félag eldri borgara, við erum að reyna að nálgast bara sem flesta hópa og ætlum okkur að halda veffundi, svona Teams-fundi bara og kynna þetta fyrir fólki og bara fá skoðun frá sem allra flestum. Og við viljum að allir taki þátt. Frábært, það lofar mjög góðu, tíminn er hlaupinn frá okkur. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Ég hlakka til að fylgjast með hvernig þetta ferli þróast áfram og við hvetjum að sjálfsögðu alla sem vilja kynna sér málinu og hafa áhrif til þess að gera það inn á akureyri.is. Takk fyrir komuna. Bara takk kærlega fyrir okkur. Takk fyrir kærlega.